Fjallabyggð verður sífellt vinsælli áfangastaður meðal ferðamanna, jafnt innlendra sem erlendra. Í bókasafni Fjallabyggðar á Siglufirði rekin upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn og þangað sækir mikill fjöldi erlendra ferðamanna á ári hverju. Upplýsingamiðstöðin búin að vera hérna núna í nokkur ár og í fyrstu árin var ekki mikið að gera. En núna þetta eykst bara ár frá ári og sumar bara búið að vera algjört met sumar. Bara mikið að gera. Hvað eru þá að koma margir hérna? Það eru, þeir sem við náum að telja, við náum ekki að telja alla. Þetta eru kannski 2-3 ferðamenn sem koma og eru með beina fyrirspurnir á safnið og koma ná í bæklinga, kaupa göngulagakort, bara ýmislegt. Og þetta eru þá aðalega erlendir ferðamenn? Já, þetta eru mest, núna í sumar voru það Bandaríkjamenn og Bretar. Það hafa alltaf verið áður, ég myndi segja Þýskaland og Frakkland. Þeir koma mikið ennþá en enskumælandi eru mikill meirihluti núna. Og þú sagði mér að það hefði verið gríðarleg fjölgun núna á síðustu árum. Já, þetta er bara búið að vera algjör sprenging og við erum alltaf að reyna að koma betur og betur til móts við bara mikla eftirspurn. Og núna í sumar lengdu við opnunartímann og höfðum starfsfólk allan daginn. Það var aldrei verið áður. Alltaf bara hálfan dagurinn og starfsfólk bókasafnsins sér þetta. En nú fekk ég ráða 2, sem bara æðislegt. Og það er bara búið að vera samskiptatrafík frá svona 15. maí og til 28. október eitthvað. Nú hefur þú verið í þessu starfi í 3 sumur, það ekki rétt? Og hver er helsta breytingin? Helsta breytingin er tímabilið sem hvað hefur lengst. Og svo er líka gaman að segja frá því að eftir að þættirna voru teknir ófærð, að þá er bara orðin sprenging. Fólk er að koma hérna bara gagngert til að sjá tökustæðina, vill fá húsin, hvað standa húsin sem að þættirna voru notuð við tökurnar. Þannig að þetta er bara mjög gaman. En hvað er það annars sem erlendi ferðamenn sækja helst hingað til Siglufjarðar? Hérna á Siglufjarðar er það gönguleiðirnar og náttúrulega síldarminjasafnið. Það er mikill meirihluti hérna sem vill bara koma og labba hérna öll fjöll og fyrnindi. En það er öðruvísi í Ólafsfirði af því að þar er hérna, en þar kemur útvistafólkið. Þau vilja fara og labba upp fjöllin með skíðin sín og labba bara og þetta er útvistafólk sem er þar. Ekki svona göngu, það er meira svona venjulegt fólk hérna, fjölskyldufólk og þau mikið fara í skógræktina sem er dásamlegur staður og þau fara og labba í sumar og hægt að keyra skarði í fyrsta skipti í mörg ár, eða sem ég fluttinga. Og það var að keyra alveg upp og þeir sem voru á góðum bílum þeir gátu keyrt yfir. Ég þorði nú ekki sjálf en ég er fór að labbaði upp og labbaði niður og það er mikið búið að vera fólk farið hangað því að þetta er bara meira aftur staðar. En svo nú fleira hér í þessu húsnæði heldur en bara upplýsingamiðstöðin? Já, við erum náttúrulega með bókasafnið og það er búið að vera bara mikil sprengja núna í sumar. Fólk er alltaf verða meira meðvitaðar bókasafnið og vill gera vel við sitt og ég er búin að fá mikið af stórum og flottum gjafabókum, sendingum, ég hef ofsalega stóra sendingu yfir 3000 bækur frá Akureyri núna í sumar sem einn yndislegur maður gaf okkur og ég var að taka saman tölfræðina með þær að af þessi 3000 eitthvað bók sem hann gaf voru 1500 bækur sem við áttum ekki sem ég gat endurnýja í safninu og erum að skipta út gömlum skítuðum eintökum, hendum okkar og setjum ný betri í staðinn. Það er búið að vera sprenging í þessu og líka héraðsgerðarsafninu, ég get ekki sleppt ég minnst á það. Það er vakning þar, mjög mikil vakning. Ég er búin að taka við, hef tekið fyrsta sumar sem var hérna 2014, þá tók ég og skráði hérna allt efni Kallkons í vísir. Næsta ár á eftir tók ég Kvenfélagið Von. Núna á þessu ári hefur verið að einbeita okkur að Ólafsfjarðargögnum. Vorum að ná í síðustu viku allar fundagerðir og bara bækur og nefnda og bæjaráða frá Ólafsfirði sem er aldrei verið skráðin einstæðar. Og við erum bara, tökum alltaf svona eitt stórt verk á hverju ári og fólk er að vera meðvitaður þetta og kemur mikið af fyrirspurnum. Og í síðustu viku þá fekk ég símtal frá Dalvík, héraðsgerðarverðinu. Og þar var staðtjáðin fólk frá Kanada og þau voru að leita að uppruni sín. Og eina sem þau höfðu, þau voru með nafn Dalabí og héldu þetta að vera Dalvík, fóru þangað. Og hún var nú fljót að kveikja, héraðsgerðarverðinu á Dalvík og fattaði að þetta væri bær í Fljótinu sem heitir Dalabær. Hringdi mig og ég sendi þau og út á göngunum náttúrulega, þá voru þau enga stund að koma. Og þau rendu og meðan þau voru á leiðinni, þá hringdi ég í mann sem alltaf kallaði Siggi frá Dalabæ. Og hann kom og það kom í ljós að amma þessara konu sem var að koma frá Kanada var systir pabba hans.
Og ferðin hjá þeim endaði að Siggi fór með þau heim til sín, sýndi öll gögnum ættina, fór svo með þau inn á Dalabæ, fór með þau inn í Héðinsfjörð og þau ætla að koma aftur eftir 2 ár og með fleira af fjölskyldunum með sér. Þetta er æðislegt starf. Ég var mjög glöð. Þannig þetta er ekki kannski bara hefðbundið starf bókavarðar? Nei, það er sko langt frá því. Og eru Siglfirðingar duglegir að nýta sér safnið hér? Þeir mættu vera duglegri. En það er alltaf að koma, útlánaukningin er mikil síðustu 2-3 árin sko, þannig þetta er bara, já, kemur bara eftir rólega. Ólafsfirðingar er mjög duglegir að nýta safnið sitt, alveg svakalega duglegir. Þó að sé lítið þar og ekkert rosalega góð aðstæða þá er þeir mjög duglegir að nota það sko. Hrönn segir Fjallabyggð leggja mikinn metnað í upplýsingamiðstöðina og að þjónusta við ferðamenn verði sífellt betri. Þetta hefur náttúrulega búið að vera svo stuttan tíma þannig og ferðamennir hafa ekkert verið það margir hefur hann ekki þurft að gera neitt sérstakt. En núna verðum við að gera eitthvað, gera átak. Og núna til dæmis í sambandi við ófærðarhættina, að því að það er orðið svona mikil sprenging þar, að þá erum við bara að ræða það núna hvort við ekki gerum eitthvað ratleik, selfie spot, við húsin, gera eitthvað skemmtilegt. Þannig að fólki sem eru að koma þarna, eins og Velsbúðin sem kom í síðustu viku, þau hafa eitthvað til að fara á. Og svo Ragnar Jónasson, hann kemur nú mikið hérna sjálfur. Og bækurnar hans eru mjög vinsælar í Bretlandi, Frakklandi. Og hann hefur hlotið verðlaun og ýmislegt og fólk kemur hérna líka og vill fá að vita hvar húsin eru sem fólki bjó í bókunum. Og ég er merkin á kortin fyrir þau. Þannig að við erum uppskrifstöðinni, það er ekkert bara að rétta kort og bæklinga, þú veist. Maður þarf að vera fróður bæinn, þarf að þekkja fólkið.